Já, komin sæl aftur og velkomin hingað að Rauðaborðinu. Það kom upp hræðilega og óhugulegt mál þegar að konu með þroskaskerðingu var nauðgað og hún misnotuð af manni sem svona átti að hafa umsjón með henni. Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, þú hefur fylgst svolítið með framvindu þessa máls en það kom í ljós nú á dögunum að það verði ekki gefin út ákæra á hendur 4 einstaklingum sem að misnotuðu sér þessar aðstæður einnig þrátt fyrir og ákæra ekki gefin út þrátt fyrir að það liggi fyrir að þeir virðast hafa að vita hvað þeir voru að gera. Hvað einmitt, það er svo erfitt einhvern veginn að koma orðum að þessu því að þetta er svo hræðilega ljótt. Já. En maður velta fyrir sig hvers vegna ekki, og ég meina hvað nú? Hvað nú? Já. Það er kannski rétt að byrja á því að jafn ömurlegt á þetta máli þá kemur þetta ekki fullkomlega á óvart vegna þess að það er vitað og það eru til rannsóknir sem að staðfesta að fatlað fólk er langt líklegra til þess að verða fyrir hverskins ofbeldi og misneytingu heldur en aðrir hópar. En samt er einhvern veginn ekkert unnið með þetta eða gert í þessu. Og við náttúrulega undruðum okkur á þessu máli þegar þetta komið upp í minni þetta hafi verið í janúar sem að þetta mál var nú síðast í fréttum. Já. Og okkur þótti undarlegt að þarna væru 4 þekktir gerendur sem að voru ekki ákærðir og mér finnst það ennþá undarlegt og og ég bara, ég er eins og þú, mann er verður svona hálfum orðavant, en það sem að mér finnst blasa við núna þegar þessi niðurstaða liggur fyrir og ríkissaksóknari hefur tilkynnt að það verði ekki gefin út ákæra á hendur þessum 4 gerendum í ljósi þess að málið þykir ólíklegt til sakfellingar, þá held ég að verða að skýra það vegna þess að ég meina nú hafa fjölmiðlar fjallað ítarlega bara samskipti milli þess mannsins sem dæmdur var til 8 ára fangelsisvistar og þessara manna. Það virðist alveg borð liggjandi að brot hafa átt sér stað. Þannig að ég held að það sem að hljóti að gerast núna og verði að gerast núna sé að það kom einhvers konar skýring á því hvers vegna ekki er sakfellt Einmitt. Og hvers vegna, ég meina hvers vegna konan fái þá allavega ekki njóta vafans, réttarfarslega. Vegna þess að ég meina ég ætla rétt að vona að það sé einhverjar ástæður þarna baki sem að þó ég get ekki ímyndað mér hverja þær eru og allir svo sem ekki að fara að fabulera eitthvað það. Nei. En ef þetta er ekki skýrt fyrir almenningi, fyrir fötluðu fólki, að þá er verið að senda bara alveg svakaleg skilaboð út í samfélagið að það sé í lagi að brjóta á fötluðu fólki. Já, ég var svona aðeins að vasast í þessu málum fyrir einhverjum árum síðan og þá var þetta einmitt með frávísanirnar. Þetta var svona einn af þeim hlutum sem við gagnrýndum mikið en þá var svona minnskilningur sá að ég meina málum er vísað frá og það þykir ekki líklegt til sakfellinga er einmitt vegna þess að þetta eru yfirleitt orð gegn orði mál. Og ég meina ef þú ert kærður fyrir eitthvað, ákærður og einhver er haldið fram um þig þá getur þú bara sagt nei og ég meina ef það er enginn fyrir einhversu sönnunargagn þá er þetta enginn grundvöllur fyrir því máli því að það eru alltaf sá ákærði sem að færa að njóta vafans í réttinum. En í þessu máli er nefnilega svo greinilegt að það liggur fyrir miklu meira og ég meina svo fyrir utan að það er heill dómur sem að ég bara fór í gegnum allt þetta kerfi, maður, dæmdur fyrir einhvern verknað og þáttöku sín í einhverjum verknað og ég meina þetta er 10. þarna innan dómsins, hvernig öllu þessu var háttað og hans vitnisburði og annara en samt einhvern veginn er þessu vísa frá og ég meina þetta eins og þú segir, ég meina hvers konar skilaboð erum við að senda út í samfélagi? Já, þau eru ekki góð ef þetta á að liggja óútskýrt. Ég held að það sé alveg ljóst að og ég er búin að vera að hugsa þetta þú veist bara hvað í ósköpunum getur legið þarna baki en ég get engan veginn einhvern veginn gert mig grein fyrir því en ég held að það verði að skýra þetta og ég held að við verðum líka ég meina því miður þá er þetta ekki fyrsta sinn sem að
ég sit og ræði svona mál, til miður, þá kemur þetta alltaf reglulega upp og það hefur alltaf verið ákall okkar þegar það gerist að þessi mál verði tekin til alvarlegra skoðunar, hvernig ætlum við sem samfélag að vernda fatlað fólk fyrir ofbeldi og misneytingu. Og það gerist aldrei. En núna held ég að við hljótum einhvern veginn að þurfa daldið að fara að horfa á sko bara hvernig við erum að styðja og vernda fatlað fólk fyrir ofbeldi. Vegna þess að það vita allir sem vilja vita að það er allt og algengt. Já, þú nefndir hérna á hana að þetta hefði kannski, þetta bara því miður hefði þetta nú kannski ekkert komið inn eftir sérstaklega mikið óvart. Þetta er svona, já, fyrir okkur hinn, svona hérna sem að erum kannski minna inn í þessu málflokki, þá er þetta auðvitað sláandi að einhver bara skuli hafa gengið svona fram og ekki bara einn heldur í félagi við fleiri. En sko, eru til einhver svona sérstök úrræði fyrir fatlað fólk sem að verður fyrir ofbeldi? Hefur orðið einhver svona vitundavakning svona í samfélagi fatlara á Íslandi gegn ofbeldi og hvert eigi að leita og hérna svona rétt og hver sé þeirra réttur og annað? Sko, ég held að, þú veist, hérna þeir sem að standa í réttindabaráttu fyrir hérna fatlað fólk og fatlað fólk sjálft, náttúrulega þar fremst í flokki, hefur náttúrulega verið að hugsa þessi mál mjög lengi. En því miður að þá er svona takmarkað hvað sú réttindabarátta skila sér, þú veist, ef að þú veist, hérna ákæruvaldið og lögregla og allir þessir aðilar spila kannski ekki með. Og ég ætla ekki að segja að þeir geri það alls ekki. Ég meina, við höfum til dæmis við hjá Þroskahjálp átt í ágætu samtali við lögregluna ýmislegt sem varðar meðferð mála þegar að fatlað fólk á í hlut. Og ég ætla ekki að segja að það sé engin svona, hvað ég segja, hreyfing á málum. En það þarf að gera bara miklu betur og ég held að hérna, eitt af vandamálunum sem að við erum að etja, sem á ekki bara við í þessu, er að það er svo ofsalega lítil þekking á réttindum fatlaðs fólks. Og þó að við séum sko hérna núna, vonandi, þú veist það er búið að lofa lögfestingu samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og það eru sko mörg ár síðan að hann var fullgiltur á Íslandi. Hann gengur út frá mjög sérstakri skilgreiningu á fötlun sem að segir að þú veist, það er ekki fötlunin sjálf eða skerðingin sjálf sem er vandamáli, heldur umhverfi sem gerir ekki ráð fyrir fjölbreyttum þörfum. Og það er bara rosalega skýr krafa og skylda á herðum stjórnvalda að mæta fólki. Þetta er að kalla viðeigandi aðlögun í samningnum, þetta þýðir í rauninni bara það að við búum til aðstæður þar sem að fatlað fólk getur notið sömu réttinda og aðrir. Og þetta skortir mjög mikið upp á og hérna því miður að þá, og ég var nú að koma heim í gær frá Malaví, ég er búin að hugsa svo mikið þetta á leiðinni heim, þar sem að við erum með verkefni sem fjallar hérna bara réttindi fatlaðs fólks í Mangótsi héraði, þar sem að íslensk stjórnvöld hafa nú verið að vinna í 35 ár. Og þar erum við sko, þú veist, þar er lögreglan með okkur í verkefninu, þú veist, vegna þess að þetta skiptir svo miklu máli upp á viðhorf að gera, þú veist, bara hvaða viðhorf samfélagið allt og það er meðal náttúrulega bara fólk sem að vinnur í þessum málaflokki og það er bara, þú veist, það er hérna bara sérstök samfélagslögregla og þeir eru bara hluti af þessu verkefni, kannski þurfum við bara að fara þurfum við að yfirfæra Malaví leiðina bara hérna yfir á verkefni hér. Já, þetta er bara kannski fleira fatlað fólk í lögregluna. Já, það er fyrir utan, sko. Já, það er einmitt, það er svona, sé svona ákveðið inngildingar hérna verkefni sem að ég mætti taka til bara mikillar skoðunar hér. Ég held að sýnileiki fatlaðs fólks í stjórnsýslunni er saman svo engin. Já, það er bara hárrétt. Og það er, ég meina, þú veist, það er fullt af þú veist, ég hugsa tabú og þú veist, að sjálfsögðu náttúrulega stóru hérna, þú veist, eins og Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp og fatlað fólk hefur verið að reyna að vekja athygli á þessu, en það er bara allt of fáir sem hlusta. Af hverju er það? Af hverju hlustum við ekki á fatlað fólk eða svona þá sem að eru að benda okkur á hið augljósa í rauninni? Ég held að það sé vegna þess að, þú veist, við erum einhvern veginn með svo inngróin viðhorf, þú veist, hvað, þú veist, að það sé með einhverjum hætti réttlætanlegt að fatlað fólk hafi minni réttindi en aðrir af því að fólk hefur einhverja hugmyndir að það get ekki notið réttinda sinna, sem er náttúrulega algjör fyrra. Ég held að það, þú veist, sé eiginlega bara eina skýringin á þessu, þú veist, að það er einhvern veginn, ég meina, ég veist, enginn mundi hérna
það engin viljandi með viðhorf sem að útiloka falla fólk. Nei. En þessi inngrónu viðhorf og eins og þú nefnir áðan, ég meina, þú veist, aldir hefur falla fólk verið jaðarsett og ósýnilegt og við höfum byggt upp sem samfélag einhverja hugmynd hvað það að vera fatlaður sem er alveg rosalega erfitt einhvern veginn að breyta. Að meðan staðreyndin, bara það ekkert að fötluðu fólki, það ekkert vandamál. Þetta bara umhverfið sem að fólk gert að lifa í. Og ég meina þegar það talað fallað fólk þá þetta bara, það verið að tala alls konar fólk, ég meina það er til geðfallaðir, það er til, ég meina fólk með líkamlega fallanir, falla vegna veikinda, meðfættar fallanir, þetta allt, en þetta allt mjög ólíkir hópar innbyrðis. Mjög ólíkir hópar og það kannski gerir þetta pínlítið flókið vegna þess að við höfum líka þessa tilhneigingu til, þú veist, að fólk vil bara fá ykkur tjekklista, þú veist, hvernig bara, þú veist, að tjekka ykkur bóks að hafa mætt þörfum fallaðs fólk, en það náttúrulega ekki hægt. Nei, einmitt. Vegna þess að það bara einstaklingsbundið og fer eftir þörfum hvers og eins. En hvernig nú hefur oft verið talað það, ég myndi að ofbeldi gegn fötluðu fólki og eins og segir þá kannski skortir aðeins á að það sé meira gerst einhvern veginn fyrir það svona innan stjórnsýslunar en svona eins og bara, ég meina eftirleikurinn fyrir konu sem að verður fyrir svona ofbeldi. Ég ímynda mér að það sé ekkert endilega auðvelt fyrir hann að nálgast einhvers konar bara úrlausn sinna mála. Tekið á móti, þú veist, stígamót til dæmis bara í stakkbúið til þess að eiga þetta samtal við konu sem að býr við einhverjar svona takmarkanir eða hver stöndum við þar? Við höfum líka verið í samtali við eins og Bjarkarhlíð og stígamót og þetta og það er breytinga og svona vakning og það fólk reyndar bara hvernig segir maður, bara svona metur sér sjálft, þú veist, bara þau reyna að halda utan, bara tölfræður reyna að sjá, þú veist, hversu margir sem að koma og leita aðstoðar, sé falla fólk, en það er bara það sem að fólk metur sér sjálft og það er verið að taka mjög dýrmætt og mikilvæg skref. En það er líka, þetta sem að gerir þetta líka flókið þú veist, að fólk getur verið í svo flókinni stöðu. Eins og bara í þessu máli sem við erum að ræða hér, eins og þú komst inn á í innganginum, þú veist, að þá þetta maður sem að var henni stuðningur. Að fólk getur líka, þú veist, verið svo háð gerenda sínum, þú veist, og átt svo erfitt með þess vegna líka að brjótast út úr þessu. Og ég veit, þú veist, bara, ég meina, þegar maður er að tala þetta, fólki finnst þetta opaslega óþægilegt, vegna þess að fyrir flest fólk, að þá er einhvern veginn óhugsandi, þú veist, að beita ofbeldi yfir höfuð, þú veist, en ekki hvað þá manneskju sem að, þú veist, sem tristir á mann, en við verðum að fara að tala þetta og einhvern veginn að En líka eins og þú segir, það er áhugavert að því að þú talar að það séu, ég man ekki hvað sagði, einhverjar prósentur líkur á að meiri líkur á að falla fólk. Alltaf 5 sinnum. Alltaf 5 sinnum meiri líkur á að falla fólk sem beitt ofbeldi. En samt sem áður eru öll úrræði og eftirleikur og dómskerfið sett upp fyrir ófallað fólk. Já, og því gengur hægt að breyta. Og þetta er allt ferli, þú veist, fallað fólk ólíklegra, þú veist, til þess að segja frá, til þess að kæra, það er ólíklegra að það leiði til sakfellingar og það er ólíklegra að fallað fólk geti síðan leita sér aðstoðar eftir að hafa verið þolandi ofbeldis. Og þetta er eitthvað sem að, þú veist, við vitum og það til dæmis hafi verið gerðar, En samt er einhvern veginn miklu fleiri úr hópi fallara sem að verða fyrir ofbeldi heldur en ófallara. Eða svona, það er meiri líkur á því að þeir verði. Þú veist, í tölum talið kannski ekki, skiljum, því að hópurinn kannski minni. Hópurinn er minni, mitt. En þú veist, ég held að við þurfum til dæmis bara að fara á Dustaríki, það hafa verið gerðar alls konar rannsóknir, þú veist, á þessum máli, þú veist, til dæmis bara upp í háskóla, hjá rannsóknarsveitir í fötlunarfræðum, það sem hefur verið bara, og þú veist, það er til mikið af rannsóknum sem að hafa bara einhvern veginn dottið milli skips og bryggju og ég held að ekkert rosalega margir hafi verið að skoða. Ég held að það sé komið tími til að við dystum af þeim rykið og förum að, þú það náttúrulega, þú veist, byggir á frásögn og upplifun þolendana. Af því að það auðvitað algjört grundvallaratriði að þegar og ég ætla að segja þegar, vegna þess að bara ég ætla að trúa því að við gerum eitthvað núna, að þá er náttúrulega algjört grundvallaratriðið að hlusta á þá sem að málið sem málið snýst þú veist, að því að ég held þú veist, að kannski þau skref sem hafa verið tekin hafa ekki verið tekin með þeim hætti. Nei, einmitt.
en já, það er sko, kannski eitt í þessu og það sem kannski trufla mann mest við þetta tiltekna mál að nú eru bara hérna 4 einstaklingar einhvers staðar úti í samfélaginu okkar, á meðal okkar, sem að hafa sannarlega gerst brotlegir gegn þessari konu. Ég meina það liggur fyrir, þrátt fyrir að málinu þeirra hafa verið vísað frá. Og svona samkvæmt öllum þeim rannsóknum sem að ég þekki og hef lesið í gegnum tíðina, þá bendir allt til þess að þeir munu brjóta gegn einhverjum aftur með sama hætti. Sérstaklega þar sem að þeir, já svona, hvað ég var að segja, komust upp með að gera það sem þeir gerðu. Sko, hvernig komust við, bara hvernig lögum við þetta sem samfélag? Hvernig komust við eiginlega bara hérna yfir á næsta stig? Þetta er eitthvað svona, þetta er svo svakalegur smánarblettur. Við þurfum einhvern veginn að vinna með þetta. Já, og þess vegna segi ég sko, þú veist, ég held að þessu máli, þú veist, megi ekki ljúka hér, þú veist, það verður að koma einhvers konar skýring og þú veist, það er kannski einhver smá ljós glæta í myrkrinu, þú veist, að hérna, þau viðbröð sem að þetta hefur vakið, að hérna, þú veist, ég held að svona bróðuparturinn af samfélaginu sé ekki sáttur við þessa niðurstöðu og vill fá svör alveg jafn mikið og ég. Og ég held að það skiptir rosalega miklu máli. Við fáum einhverjar útskýringar á því hvers vegna í ósköpunum málinu lyktar svona. Og það svona, já, þú veist, ég held að... Hvað segir maður við þessar menn þarna út í samfélaginu sem að... Og ég meina, þú veist, já, nú ég bara eitthvað svona að hugsa upp að þetta er að því að maður, þú veist, ég meina þetta eru bara einhverjum menn einhver staðar og ég meina einhvern veginn sem að koma fram með þessum hætti, komast upp með það og við einhvern veginn sem samfélag ætlum bara einhvern veginn að halda áfram og leyfa þeim að halda áfram og án þess að ég mitt eins og segir að staldra við og hérna vinna svona úr þessu. Ég vona að það gerist og hérna, já, ég meina, ég held að það hljóti að vera krafa sem að við gerum að það komi einhvers konar skýring á því vegna þess að, já, ég meina, þetta má bara ekki enda svona. Nei. Það eru sko svo alvarleg skilaboð sem við erum þá að senda út í samfélagið og það eru raunin skilaboð sem að, hérna, sem segja að það sé í lagi að beita fatlað fólk kynferðisofbeldi og það er náttúrulega eitthvað sem við getum ekki setið upp hér með. Af því að auðvitað er það ekki í lagi og ég held að, þú veist, engin nema mögulega þeir sem að brjóta gegn fólki þú veist, ég meina, við sem samfélag getum aldrei tekið undir þetta held ég, en það eru skilaboðin sem að við erum að senda ef að þetta er ekki skýrt betur. Hafið þið Þroskahjálp eða svona önnur svona baráttu og hagsmunasamtök fengið eða sendt fyrirspurnir eða er svona reynt eða falast eftir skýringu frá saksóknara? Nei, við höfum ekki gert það, þú veist, ég veit ekki með önnur félög en mér finnst ekkert ólíklegt að við gröfumst fyrir þetta. Ég var nú sjálf bara að koma heim hérna úr vinnuferð erlendis bara í gærkvöldi þannig að og svo sem fylgdist með þessu bara einhvern veginn svona fléttast í sundur þaðan og við höfum bara eftir að melda þetta og taka umræðu þetta, þú veist, bara innan samtakan okkar en eins og að heyri núna, þú veist, maður er eiginlega bara dálítið stúm. Þetta er bara einhvern veginn sko... Ég veit það. Þetta er einmitt, og það er einhvern veginn erfitt að tala þetta því að þetta liggur allt fyrir. Við erum alls sammála þetta er hræðilegt. Já. En samt einhvern veginn, þá er þetta svona eins og það er. Og manni finnst einhvern veginn, sko, þú veist, það hljóti að vera einhver ástæða. Vegna þess að, þú veist, ég meina nú bara eins og þú las ég dóminn á sínum tíma og þetta er ekki lítill dómur, þetta er 8 ára dómur. Þetta er mjög þungur dómur í kynferðisbrotamáli, alveg bara fáheyrt, sko. Og það er náttúrulega, þú veist, þetta að lesa bara allir þessi samskipti, þú veist, þannig að þetta er svo einhvern veginn borðliggjandi, þannig að, en ég ætla ekki að gera neinum það, að ætla einhvern veginn að, já, þú veist, að vísvitandi eða bara af einhverju léttúð að vera að senda þau skilaboð að það sé allt í lagi að brjóta með þessum hætti gegn fatlari konu, þannig að, þú veist, nú býð ég bara skýringar, hún verður að koma skýringar. Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, kannski eitt að lokum, veistu hvernig hún hefur það konan? Nei, ég veit það ekki. Nei, en við þetta bara... Og ekkert þeirra, það náttúrulega voru 3 þarna þolendur í þessu broti sem var dæmt fyrir hérna fyrst. Við bara óskum þeim allsins besta. Anna Lára, þakka kærlega fyrir að koma og vera með okkur hér við Rauðaborðið í þessu nýja fréttaskýringaþætti sumarsins. Það eru örstuttara auglýsingar, svo er það Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem að kemur hérna og ræður virkjanir í litlum samfélögum, húsnæðismarkaðinn og margt fleira. Það var gefið. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka,
síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.